Var þetta Górilla? Þetta var Górilla. Ég heyrði það strax. Górilla vöruhús. Þú sér að selja, þeir sjáum eiginlega allt hitt. Þú þarf bara að mæta með vörurnar í vöruhýsingu, í næsta vöruhús. Já. Það bara nákvæmlega þannig sem það virkar. Já. Þú getur selt ofan að þér lagerinn. Sko, losna við allt af skrifstofunni, allar umbúðir og pakka og dót. Flytja þetta bara beint inn. Já. Fyrir þá sem eru í vefsölunni, einbyttingur að selja á netinu. Fyrir þá sem eru heildsalar. Hendið bara helvits lagar undir Górilla. Já, ándjóks. Flippið húsnæðinu og fáðu ykkur góðan bíl og svo rúndið bara á milli búða og færið ykkur á milli og hafið það svolítið gaman á lífinu. Þetta eina vitið. Górilla vöruhús, léttir ykkur lífið, velkomin í framtíðina. Já, léttir ykkur lífið og lundina líka. Já. Góða hlustun. Já, skemmtilegt. Gleðilegan föstudag, kæru hlustendur. Það föstudagskaffið sem heilsar. Ég held að þetta sé að verða bara svona 48. föstudaginn í röð. Sem við erum hérna? Nei, samt ekki í röð. Við tókum tókum frí þegar þú fórst í fílu. Þú fórst í fílu? Það fílaði kallinu. Nei, það var eitthvað svona létt sumafrí á okkur. Það sem að við náðum því miður ekki að taka upp. Heyrðu, það er rétt. Ég held að við ekki verið að Versló. Já, þetta voru Verslónum helgina. Þú varst fullur þá? Já, ég var alveg mökkaður þá, sko. Í Eyjum? Þú varst í brennslunni í Eyjum í staðinn? Já, fullur. Eða ekki? Jú. Já. Þá var ég bara í útvarpinu. Hér sitjum við fullir af Lavazza og gleði. Fullir af Lavazza, ég er hræddur það. Við erum búin að vera að sulla þessu hérna upp alla vegi. Við erum að vinna í að fara í auglýsingaherferð. Já. Þess að við förum inn á mismunandi vinnustæði og horfum á fólk skvetta Lavazza og kaffi. Sko sjóðheitu. Já, upp eftir öllum veggjum. Já, og ákvort annað ég líka. Nei, ég fann nú ekki að eyða góðu Lavazza í það, sko. Ég er að vinni og það er allt í svona glerdrasli upp í sín manni að fá Uppsól Lingva, nafna minn. Já, fórstjóran bara. Já, hann sé að skvetta á glerið og ógeðslega reiður. Já, það er náttúrulega... Það er ein leið, sko. Já. Ert þú með ykkur á fleiri? Nei, ég myndi bara sjálfsögðu mæla með að fólk skvetti þessu onni í sig, eins og við erum að gera. Já, við erum ekki á veggi eða á annað fólk heldur, sko. En Lavazza auðvitað þið þekkið þetta, það ættu allar skrifstofur landsins að vera að koma með þetta núna. Já. Það er yfirleitt best lærvolt, við höfum rætt þetta áður. Helst á leiðinni, jável í vinnuna. Og fólk finnur munin. Já, fólk finnur munin, já, gerir það. Lavazza, þú finnur munin. Já. Herru, sömulegis brauð og kóða þetta. Herru, og líka, þetta er gott slagorð. Lavazza, þú finnum munin. Já. En Lavazza segir, við finnum munin. Já. Þess, herru. Þú meila þetta á Danól. Já, takk. En sömulegis þetta brauð og kó, þau eru með okkur líka. Hvað er Danól? Ég tala bara beint við Lavazza, þau vita mér. Það er hlaðborð hér fyrir framan okkur að brauð og kó. Þú varst að enda við þetta möndlu, hérna... Jésús. Hvað var þetta? Ég var út í búð. Ég hef bara aldrei séð annan svip á manninu, sko. Ég var út í búð. Með eitthvað krem upp alla... Það er nefnilega það sem ég var að koma inn á. Þú stalst eiginlega stjórnunum minni. Vanlega þú ert með croissant. Þá er þetta bara svona boring. Þetta er bara croissant. Já, ég veit. Þau eru búin að taka og búa til eitthvað möndlu croissant virki. Þú getur ekki séð þessi croissant. Þetta er bara allt út af einhverju möndludóti. Og það er fylling inn í því. Þetta er fáránlega gott. Voru þið með fyllingar Ég er alveg vissum að bringarinn, hann hefur séð bakarana að vera að testa þetta. Svo sitjum við möndlur á þetta og möndlu croissant og eitthvað. Og hann segir, strákar, fyllum við ekki hátíðakalkúnin á jólunum? Áramótunum? Já, fyllið. Náðu fylling og fyllið þetta. Þetta er hátíðarkroissant. Já, hátíðarkroissant á brauð og kó. Voru að koma að fara í brauð og kó og kaupið ykkur möndlu croissant. Þið hafa aldrei smakað svona áður. Nei. Fullir í. Ég ætla að dempa mér í þetta hérna núna bara eftir. Já. En svo er það líka bílalúan á leiðinni í vinnuna, hérna, neðst á Laugaveginum. Efst á Laugaveginum, eins og við myndum segja. Já. Koma þar við og fá sér eina möndlu croissant. Fyrir okkur sem erum að koma á Kópavogi, ég reyni alltaf að draga inn andan áður en ég keyri inn í Reykjavík og til að anda ekki með mér spillingunni og menguninni. En ég byrja alltaf að anda aftur á leiðin tilbaka þegar maður er anda onni í kaffibollan frá brauð og kó. Þetta er náttúrulega líka, sko, þetta er auðvitað frábært fyrir þá sem er í túninu að koma þetta við. Þetta er bara í leiðinni. Heldsverfri á pésanni maður á leiðinni heim. Aðeins að rétta sig af eftir miðlarnir, rétta sig af. Æ, tók kannski einu bjór og mikið ádeginu, sækja á leikskólan. Við þökkum Lavazza og brauð og kó kærlega fyrir. Nú þáttu dagsins, Ingvi, kannski
rétt að minnast á það we made the headlines. Já. Eins og einhver myndi segja, ef ég lefum mér að sletta, það var hérna inn á Morgunblaðinu, mbl.is og við náttúrulega í síðasta þætti vorum að ræða opnir reikningar og ég tók þarna einhvern lista fyrir þá sem ekki búin að hlusta, þá þetta stór skemmtileg hlustun þó ég segi sjálfur frá. Þessi frétt sem stendur í, sko, hvað var hún ekki? Það var mest lesið af mbl ger. Já. Kom inn seint og tók yfir. Já. En sko, aðeins forsaðan, við höfum náttúrulega bara hennan vettvang til að tjá okkur 2 ára viku. Það sem gerist að fyrir viku þá ert þú að fara yfir opnareikninga, kemur auðvitað það að rekstrafélag Blush hefur átt í viðskiptum við Vinnumálastofnun sem að þykir sérkennilegt. Þetta bara mest lesið á öllu MBL. Ég held að vera bara undir viðskipti. Þetta bara allt MBL, greiðsla til Blush reyndist eiga fólk elskar Blush fréttir. Eðlilega skýringu. Fólk elskar Blush fréttir. Þetta vekur upp spurningar. Við hendum þessu eins og fleiri þarna í loftið. Svo gerist það, ég fæ strax skilaboð. Það sem einhver gæi segir, heyrðu, ég held þetta sé tengt þarna, hvað heitir þetta, sóttvarnarátökum og eitthvað svoleiðis dæmi. Og ég spyr, þetta aðal í ferðarþjónustu, ég þarf ekki að vera nafngreina hann. Og ég fyrir að hugsa, já ok, getum við einhvern veginn leiðrétt þetta öðruvísi heldur en í næsta þætti. Í millitíðinni, það var einhver meistar sem hendur svo Twitter. Ég sá á Twitter og komið 19.000 views. Já, það er Arnar Arinbjarnason, hann hendur sinn. Hann er diggul hlustandi. Þannig að þetta er svona... Og sko, Vinnumálastofnun kom inn að þau fengi símtöl út af þessu og fleira. Þannig að þú verður að lofa einhverju krassandi í dag. Bara til að halda einhverjum nýjum hlustendum. Ég er ekki með ríkisreikning reyndar í dag. Kottu með eitthvað með Blush. Það er bara eitthvað... Hann er Arnar nafni minn, household nafn Pingjunar, hann hefur tweetað okkur áður. Já það, ég er svo lítið á Twitter sko. Bestu þakki fyrir það. En hann tweetar sem að fær einhver ruggluð views hérna og svo er þetta vinsælasta frétt af MBL. En sko, það sem ég finnst fyndnast í þessu er að þú veist, þessi Unnur Sverrisdóttir sem er forstjóri Vinnumálastofnunar, hún er búin að vera að fá endalausa fyrirspurðir þetta. Já. Og svo, þú veist, svo fyndi það sé heyrt í henni við vinslu þessara fréttar sko. Þú veist, en þetta útskýringin er sem sagt svo að þetta var í rauninni bara greiðsla til starfsmann sem var í sótkví. Já, akkurat. Og okkur var farið að gruna það þarna fljótlega eftir. Já, ég fekk skilaboð. Ég átti ekki vona á þetta myndi koma fram á ríkisreikningnum sem útgjöld, þú veist, ég held að það væri... Nei, það var sem vakti athygli og að þú veist, það er þá greinilega þannig að þú veist, fyrirtækin er ekkert að senda reikning fyrir þessu. Þetta er bara greitt þarna í gegn og... Já, að þið virðist, sko, ég veit ekki. Maður hefði kannski getað átt að sjá því í upptökum. En ég meina, það leiðréttist þá bara hér með og vonandi komum við engum í vandræði. Nei, sammála því. Herru, þú ert svo líka... Blössarinn mókar út múfum og meðan eins og engis í morgundagurinn. Já, alls konar maskínum og dóti, sko. Herru, þú ert, Yngvi, með launþega vikunar. Já, heyrðu. Það ekki? Ég hefði nú eiginlega bara hafa einn eða? Jú. Gerðin að halda okkur við það? Þessi er nokkuð magnaður. Við viljum minna fólk á að það getur kíkt inn á Deep Into Pingjan, Facebook-hópin okkar og hérna, það er búið að pinna þetta efst og þá getur það sendt inn nafnlaust tillögu að launþega vikunar. Já, ég er svona velta fyrir mig hvort við eigum að fara að auðkenna þessar upplýsingar. Já, sko, við lesum ekki upp neitt svora, svo það sé á hreinu. Nei, á ég að lesa þetta upp, þú pípar þá bara eitthvað. Já. En það er sérst launþegi vikunar og þetta er magnað. Ég er eiginlega að segja, við hefum þurft eiginlega bara heilan þátt í undirbóku fyrir það sem koma skal. Já, ok. Það er hérna Viktor Emil Óskarsson hjá Landhelgisgæslu Íslands. Ok. Hér kemur fram að hann byrjaði sem skúringamaður hjá gæslunni en hefur með tíð og tíma unnið sig upp í vaktstjóran. Þrátt fyrir uppgangu Viktor sé gífurlegur innan Landhelgisgæslunnar þá er hann einnig early Bitcoin fjárfestir og talar hann ætli aldrei að selja. Viktor er einnig stærsti aðdáandi Robert Westman á Íslandi og leggur til að alla krónu sem hann er að leggja til hliðar fari beint í Alvotech. En hann telur að Alvotech muni brjóta 10 skróna múrum fyrir 2025. Já. Þurfum við ekki að hendir hérna smá aðhald á okkur? Jú, þetta er engisbrettan hér, sko. En ef rétt reynist, þá googlaði ég bara nafni til að aðtöga hvort það verið rétt. Ég get ekki betur séð en að þetta sé sko... Heyrðu, hann er í Deep Into Pingjan, maður. Hann er inn á Brask og Brall. Hann er í gæslunni. Er þetta auðmaður eða? Þetta er verðandi auðmaður. Og hann er early Bitcoin fjárfestir, sko, þannig að það... Já, en hjá gæslunni á líka eitthvað sem heitir napp.is. Þannig að þetta er frumkvöld/launþegi. Hann er working his way there. Napp.is, verður ég að kanna þetta. Já, ég er aðdáandi. Já, skemmtilegt. Þetta er alvöru hugsjónamaður, það er nokkuð ljóst. Hvort hann hlægi í dag eða á morgun, við vitum það ekki. En við óskum Viktori innilega til hamingju með þetta. Já. Sko, við erum með einhverja fréttir, við erum með einhverju innslöf í dag. Já.
Þú ert með það er comeback hjá milljónumar vikunar, eða ekki? Kísukúlagall vikunar í dag. Það er mjög langt síðan að við fengum hann. Já, ég fór aðeins á stúana og var að velta fyrir mér stjórnmála ástandin í Nígeríu. Skemmtilegt. Forsetakosningar í fyrradag sem ég hef fylgst mjög náið með og það fekk mig til að hugsa hver er ríkasti maður Nígeríu? Skemmtilegt. Spennandi, En ég er orðinn mormóni. Já. Þú er búin að taka upp á því núna. Já. Ok, hvað? Já, þú veist, það er bara vakið athygli mína og fleiri hvað þú hefur talað hart gegn trúnni undanfarið. Fyrst var það útrópin þín á páfanum og kaþólikjum. Jú, maður hefur svona látið gamminn geisa dálítið í þessum efnum. Svo vildur gera sérstakt segment þjóðkirkjuna og kalla Jesú Krist hugaburð. Hann er svona í viðleitni minni til að koma til móts við þig. Þá hef ég ákveðið að gerast mormóni. Ok, og ætlar að vera með einhverja umfjöllun það eða? Á ég bara að koma með það? Já, ég veit ekki, sko, mér langaði rosalega áður og byrjar að flytja ljóð. Ok. Ég er með drápu hér í dag. Drápu? Já, ég veit ekki, þetta er örugglega ekki drápa. Mér fannst eitthvað svo fyndið að segja, ég samti drápu Diggs. Diggs. Já. Og þá fáum við náttúrulega þennan. God damn, that's good. God damn, that's good. Úlrika samti hennan frasa. Hvað er með drápu Diggs? Nú erum við með Digg, þetta er samstæri með okkur. Og þetta er að mínum að þetta er eitthvað besta millimál sem þú getur fengið þarna úti. Þetta er sennilega besta sem við hefum komið frá Svíþjóð síðan að sænsk kjötbóla. Síðan Abba. Kjötbólan samt kom á undan, svo kom Abba og þú veist. Já, ok. Það er ekki bara síðan Abba. Er ekki Abba þýst eða eitthvað? Shit, herru. Ok. Sko, já, eins og ég segi, þetta er sko gæðar hráefni í þessu öllu. Engin einhver aukaefni og svona bull sko. Og frábært í millimálið og með föstudagskaffinu líka. Já. Og mér er farið að þykja svo vænt þetta, þannig að ég var í uppvaskinu inn í Seðlabanka Kópavog og sérna inn í eldhúsi og ég byrjaði að raula. Oh Dick, goddamn, it's good. It's some sort of a superfood. In coffee breaks or evening snacks, it makes sure my joy is back. Já, það ekki? Þetta er frábært. Ég var að henda hérna, takk fyrir þetta. Þetta er gott. Hvað heitir þetta dráp? Oh Dick, goddamn, it's good. Munið þetta bara. Var þetta ekki? Ég er ánægður með þetta. Þetta er ekki drápa held ég. Ég bara, það hefði verið fyndið samt. Að flytja drápu samstarfsaðila. Já. Þetta var allan ekki nýðvísa. Nei. En er það ekki hægt? Það er ekki hægt að nýða neitt þegar þú ert með Digg í hendi. Ég segi það. Og við þökkum Digg kærlega fyrir þetta og hvetjum ykkur til að kynna ykkur þetta frábæra millimál. Bara út í næstu maturubúð. Sammála því. Nú ætla ég að hleypa þér að. Já, af hverju er hann mormóni? Já. Sko, ég held að við höfum ekkert verið búin að dreipa á þessu. En það kemur semst í ljós fyrir 2 vikum síðan að mormónar í Bandaríkjunum, semst kirkjan, ég er ekkert með að dreipa á mormónum, heldur fjárfestingarsjóð þeirra. Ok. Kemur í ljós að þeirra eignir upp á að lágmarki 32 miljardar bandaríkjadollara. Þá mormónska kirkjan sem ekki hefði verið gefið upp neinstaðar. Kemur óvart að spilling og trúabröð haldist í hendur. Já, slökum aðeins. Óðalega kemur það mér óvart. Já. En sko, það sem gerist, þetta er 30 ára gamalt whistleblower-mál. Hvað er whistleblower? Er það innherja... Nei, hérna... Ég er að spyrja mig svona flók. Þetta er hérna... Eitthvað... Whistleblower, þú veist hvað það er. Flautari. Þetta er einhverjum flautarar. Það er fyrirvændi starfsmæður fyrirtæki sem heitir Ensign Peak. Hann sem sagt kemur fram og segir að sé eitthvað gruggugt í gangi hjá því sem þetta er fjárfestingafélag sem er dóttufélag mormóna í Bandaríkjunum. Og það var sem sagt eitthvað, hann var að skjóta tvíburabróðu sinn og vildi meina að þau væru búin að vera að leyna eignum fyrir alríkinu þarna í Bandaríkjunum. Ég segi að lágmarki 32 miljardar því að í annari grein hjá Wall Street Journal er talið að þetta sé á bilinu 80 til 100 miljardar bandaríkjadollar. Og þetta var bara hvergi skráð? Hvergi skráð. En hvernig kemst fólk upp með þetta? Þau þurfa að vera með bankareikning og... Ég kem aðeins inn á það á eftir, en þau eru að sjálfsögðu með hérna 13 skúfufélög. Já. Er það ekki Shell Companies? Er það ekki skúfurnar? Já, en sko bara til að setja hennar sjóð í samhengi, við höfum tekið fyrir hérna Vision Fund sem er stærsti fjárfestingarsjóður í heiminum sem að hérna Mao Zedong frá Japan stofnaði. Já. Hann var eitthvað á bilinu 70 til 80 miljardar dollara. Það er talið að þetta sé stærri en það. Þjóðarsjóður Rússlands er 126 miljardar og svo var Noregur og Kína þarna. Sko, Noregur er náttúrulega með miklu stærri sjóð. Já, Kína var 800-900 miljardar dollara og olíusjóðurinn bara að keppa við Kína, sko. En þú veist,
bara þessi tala situr í samhengi með nokkrum af stærstu fjárfestingarsjóðum bara sem sögur fara af. Smá forsað, þetta byrjaði þannig árið 1960 ákveðu Mormónakirkjan að stofna Rainy Day Fund sem bara svona neyðar eða varasjóður. Það gleymdist síðan sorry þeir stofnaði þetta 1960 þessa deild en að neyðarsjóð ef eitthvað muni bjáta á. Það sem breytist svo að árið 1997 ákveður að breyta þessi í bara sjálfstætt apparat undir sér. Sem að verði þá þetta Ensign Peak sem dótturfyrirtæki Mormónana, fjárfestingar með þess en í rauninni undanskilju öllum reglum fjárfestingafyrirtæki úti því að það bara undir Mormóna reglífinni. Og hérna segir sem að frá árunni 97 til 2019 þá náðu þeir að ávaxta sjóðin úr $7 milljörðum upp í að lágmarki 32 en menn telja í dag 2023 þegar verið að ákæra þá að þetta sé nálagt 80 til 100. Það veita enginn fyrir víst og þeir þurfu ekki að upplýsa það út af því að það bara ekki upplýsingarskylda á svona trúfélagi. Það eru nokkrar skemmtilegar eignir hérna í gegnum þessi 13 skúffufélög sem voru búin til. Það hérna sagt að þeir eigi yfir $40 miljardar í bandarískum bréfum. Apple, Microsoft, Amazon og mörgum fleiri. Þeir eiga 2% af öllu landi í Florida. Nokkuð konservatív, bara verið að kaupa sér. En já, þú veist, þá áttu ekkert að vera að fela, þú veist. Já, þú veist, skúffufélögin heita öll einhverju bulli. Eitt hérna, þetta nú svona, það sem okkur var ekkert alltaf vel við en þetta faith-based investing sem að katólska kirkja var með sem við höfum verið persónulega mjög gagnrýnir á en ég held ég sé að vera svolítið hrifin af þessu. Það er að segja, þeir eru ekkert að fjárfesta í alkohóli, koffín, vörum, tóbaki eða veðmálum. Það kemur ekki fram að þeir séu jafnharðir og kaþólikjar með pilluna og svona birth control dæmi. Þeir bera enn fyrir sig því að þeir eru búin að fá smá backlash. Fólk í einhverjum tilfellum að borga 10% af laununum sínum enn þann dag í dag til Mormónakirkjunnar til þess að hjálpa þeim að vera með varasjóð en þeir bera enn fyrir sig að það sé stress í liðinu og áður en að eini sanni frelsari kemur þá gæti orðið stríð og ófríður þannig að þau þurfa að eiga neyðarsjóð til að takast á við allt saman. Spáði í þessu rugli. Og þú veist, og það fólk að leggja inn á það ennþá, þau ekkert að gefa eftir í donations sko. Nei, þetta samt donations, það eru einhver trúfélög sem eru bara með skyldu, þú þarft að greiða gæti verið ef þú ætlar að vera skráður í félagi. Ég skal fara í það bara eitthvað svona ákvæði. Ég ætlaði bara að zooma þessu upp að sko whistleblower caseið eins og þetta virkar í Bandaríkjunum, þetta að stóraukast að það að verða flautarar, ég veit, hvað fokkin orðið, þetta ekki innherjar. Skulum bara þetta ok, skiptir ekki öllu það þannig að þú átt að geta fengið 30 You're a whistleblower if you're a worker and you report certain type of wrongdoing sem sagt bara einhver uppljóstrari, það orðið. Hvað þetta flautara? Það skemmtilega orð. Þeir eru flautarar. Þeir hinga á ekki lengra. Nú flauta í flautuna. Sem sagt, þetta þannig í Bandaríkjunum að ef þú nærða að upplýsa svona misfelli í fjármálum og skatturinn átt að segja á því að hann átti inn í einhverja tekjur þá á flautarinn að fá 30% af þeim tekjum. Þannig að það búið að byggja upp hennar hvata fyrir þig. Er það bara til að uppljóstra? Já, til að uppljóstra. Það þannig? Já, það samkvæmt þessu að whistleblowerinn ástæðan fyrir að stígu fram að það eitthvað sem gerist þarna innan hús. Þau náttúrulega skrifuðu undir ævilangt svona ævilangan trúnaðareið. Þau megi ekki tjá sig neitt þarna sem vinna hjá Ensign Peak. Allavega, þessi whistleblower, flautari sem að stígu fram áætlað að muni kannski fá 30% af öllu sem að þessum 32 miljörðum eða 100 eða hvað það sko. En það nú þegar búið að gefa út af skattinum í Bandaríkjunum að þau munur ekkert aðhafast frekar. Það ríkir þannig undanþága upplýsingaskyldu og bara skattgreiðslur hjá þessum trúfélögum og kirkjum í Bandaríkjunum að málinu eiginlega lokið með $5 milljón sekt. Það sem að Ensign Peak borgar $4 milljón og Mormónakirkjan hefur búin að taka á sig að borga $1 milljón og það við SEC sem fjármála. Eru þessar eignir ekkert gerðar upptækar eða? Nei, það bara málalok eru að mér skilst bara þau að það búið að setla þetta í $5 milljón sekt. Og Ensign Peak Hvað finnst þér um það?
Mér finnst það mjög gott, ég er orðin mormóni og hver veit nema ég fái bara... Ef þú ert mormóni, eða ert þarna í þessum innsta hring, þá er það náttúrulega frábært. Þá er þetta frábæra fréttir. Mjög góðar. Og við í okkar trú sem býðum eftir Jesú Krist, er það ekki það sem við erum að gera? Já, þú veist það þarf auðvitað að undirbúa að koma hans. Er það ekki? Ég veit ekkert hvað þetta mormóna, ég veit að þetta er bara bull, skilur. Þetta er bara svona einn angi af bara spillingu og öðrum viðbjóð, sko. Já, ok. Sko, þetta heitir The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Þetta er bara, þetta er svo ógæðislegt, sko. Já, og ég held að við mormónar lítum á okkur sem kirkjuna sem við munum endurreisa... Nei, ég er ekki með þetta. Ég þarf að vera aðeins lengur mormóni til að geta útskipta. Það kemur í næstu þáttum. Þú veist, þetta er á Íslandi. Mormónar? Já. Já, ég er að fara í svona ferli að komast að þessu. Ég ætla allavega að vera mormóni eftir þennan. Allavega, já. Takk kærlega fyrir þetta. Það er gott að vita að fá að halda öllum þessum eignum sem þið földu. Já. En herru, svo vil ég auðvitað minna hlustendur á það. Bara loksins. Það er búið að opna fyrir skil á skattframtali. Já, segir þú loksins við því? Já. Ekki bara leiðilegustu 10 dagar ársins. Þetta eru skemmtilegustu 2 vikur ársins, sko. Nei, en þetta er við þurfum eiginlega að taka líka umræðuna bara þetta skattframtal, sko. Já. Ég skil ekkert ennþá þetta skattframtal, sko. Nei, tökum það í næsta þætti. Við skiljum þetta ekki, við erum það veit enginn hvað er að gera. Þetta er bara næsta. Og við vitum ekki hvað við erum að gera. Það er alltaf að tala þennan frasa að þú útskrifast úr grunnskóla eða menntaskóla og kannt ekki að fylla út skattframtalið þitt, skilur við. Ég er með masterskráðu, ég kann það ekki eins og. Nei, akkurat. Maður kann það bara, maður er bara að gera það. Ég hef bara ekkert hugmynd hversu áreiðanlegt, fer einhver yfir þetta, skilur við. Ég veit það ekki. Trixið er bara ít á næsta. Svo ítur á villuprófun minni mig og þar kemur eitthvað. Og þá sendur eitthvað post á skattinn. Og svo leysist þetta vonandi. Þú veist, flesti náttúrulega þurfa ekkert að kunna á þetta þannig. Þetta er orðið einhvern veginn þannig gert að sækir... Fyrir 90% fólks er þetta bara basic. Þetta er bara hlutabrif og svo kannski þú veist eða með leigutekjur eða eitthvað bifreiðið. Sko, eða þú ert legit. Eða þú ert að borga laun og launatengt gjöld. Eða þú ert með hvað heitir þetta? Staðgreiðslu. Heitir ekki staðgreiðsla? Af launum og þessu rusli. Þú veist, þau lesa það allt. Þetta er allt áætlað. Svo er bara eitthvað svona skeikar og maður er alltaf í ágúst býtu skuldaskattur mér eða ég honum. Og maður er alltaf að býða. Og maður skilur ekki, þú veist, nú er eitt dæmi, ég og félagi minn unnum bara nákvæmlega sömu vinnu yfir allt árið. Já. Sko, hann skuldaði en ég fekk, þú veist, hann skuldaði jafn mikið og ég fekk tilbaka. Við unnum nákvæmlega jafn mikið, sko, þú veist, og við vorum ekki konir í neitt húsnæði eða neitt annað, sko. Svo er þetta bara ekki deilaði dómaran. Ég held að sé aldrei neitt sem fyrir eitthvað... Nei, maður bara borgar og brosir ef svo byrjur undir. Já. Það var reynda fyndið að taka það ef við ættum að fá einhverja með okkur hérna þungpingjulíða að við lendum í því að skatturinn skulda okkur að tjúlast, fara alltaf mótmælaði og bara sjá hvað gerist. Sjá hvað það myndi gera. Já. Herðu, ég er með fróðleiksmóla í dag. Ég er með sögustund í raun. Má það vera í boði Dokkobit? Já. Hvernig var það? Veistu hvað hefði mátt vera í boði Dokkobit hérna í gær? Þetta heimskulega ferli þegar við vorum látnir prent út og skrifa undir. Við vorum allan tíman. Ef það er einhver í þessari stöðu í dag, sama hvað þú ert að gera, hvort þú ert að díla við lögfræðing, banka, mömmuðina, pappaðinn, skilnaðarpappíra, giftingarpappíra, eða regluvörð hjá einhverju fyrirtæki. Segðu bara hingað og ekki lengra. Ég ætla ekki að prenta þetta út, ég ætla ekki að skrifa undir. Nú skráðu þú því í Dokkobit. Og við ritum þetta bara rafrænt, sko. Já, við viljum bara hvetja öll fyrirtæki til að innleiða þetta, sko. Og þetta er einstaklega þægilegt upp á þetta að gera. Segjum að prentarinn sé bílaður. Hvað ætlar að gera þá? Þú veist, það er svo easy. Þá er eins gott að hafa Dokkobit. Já, ég var að stafa þetta fyrir fólki. D-O-K. Já, O-B-I-T. Yes. Dokkobit. .is, kíkið að inn. Og kynni ykkur þetta, þetta er, þú veist, auðvitað er þetta bara framtíðin og nöðsilegt skref líka bara taka fyrir bara einstakling og fyrirtæki. Nei, við erum líka komið svo langt. Ég hef verið að nota þetta í öðru þegar ég er að láta kvitt undir og hef verið að kvitt undir og eitthvað. Svo lendum við þessu, okkur er stilt upp bara eins og einhverjum fyrstu bekkingum á skólabekk. Nú er þið bara að sitja að beygja kreppa sundur saman. Nei takk, við ætlum bara að skrifa rafrænt og látum mig í friði. Ég reyndi að náða aldrei þessu kreppa. Ég náði bara, beigja og sundur og saman, sko. Varst þú með kreppuna alveg að lási það? Já, þú segir það. Ég beigði bara og fór svo sundur og saman, sko. Ég lærði að synda á Blönduósi. Það er ekkert allir sem læra það. Það er gamli skólinn.
Herru, sko, ég með smá í dag sko, nú náttúrulega húsnæðismarkaðurinn og bara þjóðfélagið allt bara rústir einar, bara efnahagur landsins og þess að við vitum að þá náttúrulega var auðvitað verðbólgan að hækka upp í 10,2% í byrjun viku var ekki, það var í byrjun viku. Já, gott ef ekki. Minnumst ekkert á það og maður svo sem hætt. Við erum búin að tala þetta áður að svona, já, nú fer þetta að lækka þarna 2 mánuði í röð og svo myndaði þetta einhvern Batman topp þarna og ég er enda mjög fegin að við tveir höfum ekkert verið að spá fyrir þessa verðbólgu. Já, við höfum ekki verið að spá fyrir allir út eins og fíbl sem reyna að spá fyrir þessa verðbólgu sko. Við höfum ekkert verið að spá því sko. Við tjáum okkur bara eins og fíbl, við spáum ekki eins og fíbl. Við höfum verið að sko fagna því án sig á niðurleið. Og þú veist, sem hún er ekki. Nei. Og eftir síðustu tölur og það er áhvert að sjá sko spá rit Seðlabankans og jáfnvel fleiri aðila verðbólgu. Þetta er bara að fara að vera einhver svona krullur. Það sé bara 17 skipti í röð sem að búið er að spá þessu vitlaust og held ég einu-tvö skiptin þar sem að verðbólga lækkaði þá var spáð hækkunum eða eitthvað svona. Ég er ekki með það, ég er bara þetta er sprengisvæði. Þetta er svona, þú veist, hendum engi sprettun á þetta sko, þetta er ekki alveg fakt sko, en þetta er allan áhört. Það er svona allt í rúst og það er náttúrulega húsnæðismarkaður engin undantekning og mér langaði svona aðeins að setja mig í spor Palla. Nei, Gnar. Nei, Palla. Palla bróður? Langaði að setja mig í spor Palla. Nei, bara. Ég er með sögu Palla bróður á eftir. Já, ok, við komum með það á eftir. Sko, eins og við vitum, þá er þetta heimska samfélag sem við búum í byggt hann upp að það þurfa bara 2 einstaklingar að vera saman í sambúð eða bara saman, giftir eða saman til þess að geta gert eitthvað. Hún náttúrulega nýtur gífurlegs hagræðis af því að vera ekki einn að standa í sérstaklega eins og íbúðakaupum og annað. Það er bara, einhleypingar eru bara ekki velkomnir inn á þennan markað. Ég vil hefðu átt að fara að stað með þetta fyrir ári síðan. Hvað? Að búa til svona að fólk geti keypt saman. Já. Það er náttúrulega fallið samt sko, það er ekki lengur í gangi. Hvað? Mér skilst að þú veist, þetta var þessi pæling með að þú geti keypt 30% í einhver íbúð. Já. Það fór á stað, mér skilst að það hafi ekki verið einhver leyfi eða eitthvað, tilskilin leyfi. Ertu ekki að tala um fractional investing? Gæti verið, jú. Já. Ég held að það sé bara í vinslu. Já. Nei, ég var bara að tala um að búa til svona lítið markastork fyrir þig. Þú getum bara að para þig við einhvern sem að vildi kaupa með þér og þið myndu bara búa saman. Tinder fyrir fasteignir. Já. En allavega, sko. Við segjum smitten fyrir fasteignir. Já, smitten. En ég sko skal segja það að þetta er auðvitað gífurlega erfitt fyrir einstaklinga og það er svona langað með aðeins að segja söguna Palla. Gná, ok. Allavega, ok, þetta er þessi greiðslumödd sem við kannast við og þetta er í rauninni tvískipt. Það er ekki lengur hægt að svindla þeim. Þau áætla á því bílinn. Varstu búin að heyra það? Já, þú veist, þetta er bara bilun. Skulum bara eins og ég segi, þetta er tvískipt. Sko, fyrst þarftu bara hreinlega að standast nýja reglur Seðlabankans 35-40% afborgunar hlutfall af ráðstöfunartekjum. Það er að segja, mánaðarleg afborgun af láninu má ekki fara yfir 35% hjá lántakendum en fyrstu kaupendur eru með þess 40% hlutfall. Þannig að ef þú ert með, segjum bara 600.000 krónur í laun og greiðir í séreignarsparnað og ert í stéttarfélagi, þá ertu með 432.000 krónur borgað eftir skatt sem að flokka sem ráðstöfunartekjur. Já, og 40% af því er maxið þitt. Nei, þetta er í rauninni 40% af ráðstöfunartekjum. Já. Ok, segjum að Palli sé með 600.000 krónur í laun. Já. Og hann ætlar að kaupa sér íbúð. Ertu að tala um eftir skatt þá? Fyrir skatt? Nei, hann er með 600.000 fyrir skatt, já. Já, ok. Og hann ætlar að kaupa sér íbúð. Já, sjálfnið þurfa sitt. Hann ætlar að kaupa sér íbúð sem kostar 50 milljónir króna, sem er bara svona frekar eðlilegt markaðsvirði í dag á 60-65 fermetra tveggja herbergja íbúð. Já. Það er bara eitthvað svo gali. Palli þarf að eiga fyrir 15% útborgun að kaupverði sem gerir 7,5 milljón í eigið fé og þarf þar að leiðandi að taka lán fyrir 42,5 milljón. Það vill svo til að Palli, hann er fyrsti kaupandi og hann sér í lánareiknivél bankans að lægsta mánaðarlega greiðsla sem hann getur fengið hljóðar upp á 182.000 krónur á mánuði, fyrst sinn. Er það verðtryggt? Lánið er að vísu 100% verðtryggt, en ég meina, YOLO, við hugsaum ekkert út í framtíðina núna þegar ný íbúð blasir við, en hér þarf Palli auðvitað bara að stoppa.
Illa gert að henda pallanafninu í þetta. Gast ekki notað eitthvað sem ósamþykkt af mannanafnan. Palli bara svo klassist eitthvað. Ok. Sko, 40% af ráðstöfunartekjunum hans Palla í þessu tilfelli ekki nema 173.000 krónur sem vissulega minna en mánaðarleg greiðsla af láninu sem er þarna 182.000. Þannig hann nærist ekki. Palli verður reiður. Hann nýtir reiðina hins vegar og biður launahækkun. Nú vill hann 700.000 krónur í mánaðarlaun og fær það svo sannarlega. Vinnuveitandi var bara hrættur og bara hækkaði hann bara með þetta sammi. Einlegri ting. Palli í Eflingu. Og reynda að láta þau semja og fekk ekki þessu 100. Við skulum segja sko Palli hefur það nokkuð gott og bara hjá einhverju allt öðru stéttarfélagi. Reynið bara að semja sjálf krakkar, ég held að koma alltaf best út. En 700.000 krónur hann komið með í mánaðarlaun og eftir skatt gera það 490.000 krónur með við sumum forsendur áðan. Þú greiðir stéttarfélag og séreignarsparnað, þannig að eftir standa 490.000 krónur í ráðstöfunartekjur sem bara nokkuð öflugt. Ég meina, þú veist, maður hefur nú séð það talsvert vera. Svartara. Palli reiknar það á þessum tímapunkti út að hann standi sko aldeilis 40% viðmiði sem Seðlabankinn setti þarna fram því að 40% af 490.000 krónum eru 196.000 krónur. Þannig að Palli, hann labbar bara glaður í bragði inn í greiðslumatið en þegar á fundin komið þá hann rakleiðis snúið að hæl og sagt að hypja sig út vegna þess að bankanum skylt samkvæmt nýjum reglum frá Seðlabankanum að reikna lánagreiðslur verðtryggðra lána eins og hann var að taka það til 25 ára. Ekki 40. Ekki til 40, eins og hann hafði gert í lánareiknivilinu og margir gera. Þannig að á þessum tímapunkti kemur í ljós að Palli þarf að standa greiðslumat bankans fyrir 228.000 krónur á mánuði, sem að hann gerir ekki því að 40% af þessum ráðstöfunartekjum. Af þessum ráðstöfunartekjum eru 196.000 krónur. Hann bara stend það ekki og hann labbar bara með offorsi út úr bankanum og það lítur út fyrir að hann þurfi bara hreinlega að fara að skúra helgar hann Palli. Það enda þrjusu peningur í því? Já, því ekki fyrir hann að biðja aðra launahækkun á svona stuttum tíma, þannig að hann fyrir að skúra helgar. Við skulum segja að Palli byrja að skúra og bæti við sig 150.000 krónum á mánuði. Miklu meira? Við skulum segja að hann gerir þetta á laugardögum því á sunnudögum þá hann bara þunnur eða eitthvað. Ég meira sem dæmi þetta, má ég skjóta inn eða? Segjum hann gerir þetta á laugardögum í 4 tíma. Þannig að 16 tímar í heildina, þetta tæpur 10 skall á tíman, sem bara nokkuð gott fyrir þetta. Já. Þannig að við skulum segja að hann bæti við sig þessu 150.000 krónum á mánuði. Þannig að nú hann Palli komin í laun upp á 850.000 krónur á mánuði sem bara stórkostleg laun, þannig. Nú, svarta tekjur. Það gerir 575.000 krónur í ráðstöfunartekjur á mánuði og nú labba Palli borubrattur inn í bankan, vitandi að hann standist þessar lágmarkskröfur Seðlabankans því að samkvæmt hans útreikning gera 40% af 575.000 230.000 krónur sem heilum 2.000 krónur meira heldur en skilyrði Seðlabankans segir til þarna þessar 228.000 krónur. Herðu, hann sest niður og þjónustu fulltrúinn biður hann aðeins að hingra. Palli náttúrulega getur ekki hamið sig úr gleði vegna þess að hann bara loksins að fara að eignast íbúð á 85% láni, fullkomlega verðtryggt. En þá fær hann bara í andlitið computer says no og Palli trúir því ekki sem hann að heyra. Það vill svo til að greiðslumat bankans standist ekki að þessu sinni. Þrátt fyrir að nái viðmiðum Seðlabankans sjáðu til, þá á Palli bifrið, sem á lánum, sem ekkert óeðlilegt. Hann greiðir 40.000 krónur á mánuði á lánu sem til 3 ára, en einnig hanga á honum námslán því Palli þurfti að standa strauma námskostnaðinum sínum sjálfur. Hann þó barnlaus, sem vissulega alls ekki raunin alltaf. Og það engin kostur? Nei. Þetta skilur Palla eftir með 225.000 króna eftirstöðvar eftir þetta greiðslumat og því í mínus þar sem að áætlaðar lánsgreiðslur eru þarna 228.000 krónur á mánuði. Þannig að Palla vísað út og sagt að hann þurfi bara hreinlega að hækka launin sín ennþá meira. Já. Þannig Palli setti upp á sig stýri og úti ævintýri. Já, þetta skemmt. Hann fær ekki íbúð. Getum við ekki rýbrandað þetta bara í addi? Þetta Þú búin að henda Pallanafnin alveg fyrir útuna þetta. Ég get ekki samþýtt þetta. Þetta addi. Kannski, replace Palla fyrir adda. Já. Ekki bara taka þetta upp aftur. Jú.
Nei, sko, hér erum við með einstakling sem hefur 850.000 krónur í tekjur á mánuði og aðtöði, ég er að taka mjög vægt dæmi, ég er að taka 100% verðtryggt lán sem er gjörsamlega lægsta greiðslubyrði sem þú getur fengið hjá bönkum í dag 100% verðtryggt til 40 ára í rauninni, þetta er bara sturlað að hér þarftu í rauninni í kringum 600.000 krónur eftir skatt til að geta staðið straum af til að standast þessi greiðslumönd sem er verið að setja fyrir fólk núna og ég spyr bara þetta er náttúrulega algjör karkaþvæla hvað ætlar ríkisstjórnin til dæmis að gera núna nú er mikið búið að vera að þrýsta á þau þú ert inn í þessum ríkismálum hvað getur ríkisstjórnin gert segðu mig það komdu með lausn á þessu við þurfum að finna einhverja lausn á þessu þetta er ekki hægt sko segja bara fólki að spara ekki að taka lán sem þú getur ekki borga í 10% verðbólgu ekki taka lán sem þú getur ekki borga ég meina ég er sammála því sko en þú veist hér þarf auðvitað að finna einhvers konar úrræði og ég vil bara hreinlega kalla á eftir því núna ef Ásgeir er að hlusta bara Ásgeir í Guðanabænum gerði eitthvað þetta er sko ég er með gleði fréttir fyrir þig og slæmafréttir hvort viltu góðu eða slæmu fyrst ég vil bara fá slæmu fyrst en þetta er Ásgeir 100% að fara að hækka vextina meira já, ég veit það og það er náttúrulega ekki og það er út af því að Una í bankanum er komið til Flórida já, það eru góðu fréttir ég er að komast að því hérna á Facebook að Una er með gömlum skólabróðum mínum Sölva Þrastar, þau að vona á barni verður ekki bara að segja congratulations og þá náttúrulega eru þetta líka gott að minnast á það við erum í samstarfi við Landsbankann og það eru aukakrónunar heyrðu, er vælinu lokið eða? Nei, ég reyni ekki sko eða þú veist, þú ert hæpur á tíma þannig að ég er nefnilega með eina sko það þarf bara, þú veist, það þarf að gera eitthvað í þessu skilur af hverju er þetta svona ómögulegt fyrir einstaklinga á þessu landa að komast inn á fasteignamarkað skilur þetta er alveg og Palli hérna hann á ekki barn og hann er með svona langt minni lán heldur en fólk er kannski almennt með sko þetta er bara vægasta dæmið og það dugar ekki fyrir Palla að vera með 575.000 krónur í ráðstöfunartekjur. Það fyrir samt líka bara eftir hvar þú vilt búa. Já, við erum að tala um svona íbúð á höfuðborgarsvæðinu, skilurðu, fyrir 50 milljónir. Palli það bara að fara á Selfoss, hver að gera því? Auðvitað er það hægt, skilurðu. Það er hægt að hugsa í lausnum. Já, ég meina einhvers stað þarf maður að byrja. Já, en ég er bara að tala um fólk sem er kannski, þú veist, búið að mennta sig og komið vinnu í Reykjavík. Þú veist, nú er ég bara dálítið kannski að tala út frá mínu, þó að tölurnar séu fugasi, skilurðu. Yfirmaður minn hjá Alfreð, hann keyrði frá Eyrarbakka á hverju einasta mótni. Já, það er enda grjóthart. Svo bjó hann reyndar í Praga meiri hluta. En ég er bara svona að tala um heilt yfir sko, að þá er þetta auðvitað ekki boðlegt og hérna ég kalla bara eftir einhvers konar úrræði fyrir fólk sem er að kaupa eitt takk Ásgeir, ég vona á hlustir. Ég er ekki sáttur með þið núna. Svo er náttúrulega úrræði eins og Bjarg og Blær og eitthvað fleira, einhver leigufélög. Þú getur komist í íbúð þar, 175.000. Já, takk fyrir það. Haldið áfram að fjárfesta og safna pening. Þessi þáttur snýst ekki að þú sért að fara að leggja mér hérna einhverja lífsreglur. Nei, þú spurðir úrræði, það er alltaf A og B. Já, ég veit það. En sko, ég er með sparnaðaráð fyrir þau sem eru í aukakrónunum. Það er eitt við þessu aukakrónur. Krakkar undir 10 ára með ekki fá aukakrónukort alveg strax. Ég held þú þurfa að vera 16 ára til að fá fyrsta kortið. Þannig að Palli bróðir, fjármálaráðgjafi og Landsbankanum, hann er að vinna í Landsbankanum. Hann var að segja mér eitt heldur sniðugt. Það er að kaupa strax bauk handa krökkunum. Kenna þeim að setja allt klink sem þú finnur í baukinn. Svo tæmir hann baukinn alltaf. Hver einustu nóttu. Þannig að þegar krakkin vaknar á morgnana, þá segir hann, heyrðu, ekki að fara að setja í baukinn. Og þetta kennir fólki, krökkunum, að byrja að spara. Svo verða þau svo ánægð þegar þau komast í aukakrónukortin að fá kassbakkið. Það er bara beint framhald. Já, þannig að þú veist, auðvitað. Byrjiði á bauknum frá svona 2 ára og reyndar, það er annað sem er hættulegt með baukinn, að þau verða að vera hætt að reyna að borða klinkið. Já, það er náttúrulega bannað. Það er bannað, þannig að þú svona 2 ára plús. Þetta er málmur, hann taka bauk, melti stíla. Byrja að kenna krökkum að spara með að setja í baukinn, tæma baukinn á nóttunni, láta þau fá meiri pening daginn eftir. Þú veist, þú býrð þetta til, habit, spara. Og svo kortið svona 14, 15, 16 ára. Ekki spurning, kynnið ykkur aukakrónu Landsbankans, þetta er bara fyrir alla, þó þetta sé auðvitað sniðut fyrir krakkana sem er að byrja að spara líka. Mjög gott. En kastbakk fyrir alla í raun. Þannig að kynnið ykkur þetta. En já, þú varst svo með eitthvað hérna, nú held ég að við séum búin að, ég er búin að pústa aðeins, ég vil samt sko, hérna, já, nei, ég nenni ekki að tuða meira. Ég bara, Ásgeir er bara, Ásgeir er náttúrulega maður ársins. Já, hann er flottur.
Ég með heldur skemmtlan karakter Kjörin fórseti í forsetakostningunum í Nígeríu Bola Tinubu Ekki fyrsta skipt sem hann fórseti Bola Tinubu Hann var fórseti frá 99 til 2007 Allt í góðu með það En ég rendaði þessi gegnum ferilskrána hjá honum Og veistu hvað? Hann var í skóla í Bandaríkjunum árið 93 Þar var hann svo tekjuhár að hann lá undir grun hjá alríkislögreglunni fyrir að vera eitthvað misferli í gangi Hann var frystur vegna gruns það að hann var að smygla heroíni 93 Þetta núverandi forseti Nígeríu 6 árum setna verður hann svo forseti Nígeríu, í fyrst skipti Og það kom síðar í ljós að hann var burðardýr fyrir heroín meðan hann var að mennta sig úti í Chicago Hvað það? Batnandi mönnum er best að lifa Ég ákvað hins vegar að kíkja á ríkasta mann Nígeríu sem Kisukúli kall vikunar Það engin annar en Aliko Dangote Þú örugglega ekki heyrt hann Nei, mér finnst bara að fyndi að núverandi forseti Nígeríu hafi verið smiglari sko Já, ekki bara smíklega, hann burðardýr fyrir Sérðu fyrir einhver forseti, þú veist það sé það seint gerast í svona vestrænum ríkjum að forseti með eitthvað svona á sakaskráni Já, ég sko, batnandi mönnum er best Já, auðvitað, sammála því Trú á því Ég á bara erfitt með að sjá það fyrir mig gerast Já, ég sammála því Þetta svolítið, ég að renna í gegnum CV hans Og ég rek umsveiflaust augun í það Heyrðu, ok, hann var í heroín smygli Já, ég veit Hann er í dag forseti í held ég 7. stærsta lýðræðisríki í heiminum Nígería er með yfir 220 miljón manns Já, ég held að ég vil yfir tæplega 300 Þetta er með fjölmennari ríkjum heims Já, ég held sér nummer 6, 220 Þú getur flettið upp Sko, með Aliko Dangote, ríkasta mann Afríku og það kemur líka fram að hann sé ríkasti svarti maður í heimi sem að mér finnst eins og sé flokkur sem að maður þurfa ekkert að spá í þetta En þetta kom allstaðar fram takt kannski Já, en það var allstaðar tekið fram Richest man in Africa and richest black person in the world En ég meina hann náttúrulega skáka helviti mörgum bara eins og með Bandaríkjunum Þannig að kannski það góðu til að hafa, að bera Ólíkt mörgum öðrum sem við höfum tekið fyrir Þá kemur hann ekki úr low income family heldur af auðugum ættum Þó hann sé að hluta til self-made og hann segir það sjálfur þegar hann alast upp I got a small loan for $1 million Já, nei, að hann fekk kick út úr því til dæmis að kaupa bara hrásykur pakka og selja skólafélögum sínum bara til að byrja að búa til peninga En sko, þetta byrjar árið 1977 að hann fær 500.000 nýra lán sem eru $3.000 á gengi þess ás 1977 til að byrja að treyta sement, hrísgrjón og sykur. Þetta er lán frá Avans sem var einn ríkasti maður Nígeríu. Já, þetta er ekki lán frá banka. Nei, þetta er lán frá Avans. Hvað sagði þið? $3.000 Hvað ég var að segja það sé? Árið 1977? Já. Það hefur verið slatti í dag. Þetta er 500.000 íslenskra í dag allavega. Nei, þú veist þá. Já, þannig að þetta er einhver peningur sem hann fær. Þetta er margfalt í dag. En sko, hann er aðalega að kaupa inn og dreifa í Nígeríu. Þetta er 1977. Hann talar það sjálfur hann hafi greitt lán tilbaka á 3 mánuðum. Þannig að hann var með eitthvað fyrir sér þegar hann fyrir að stað. Næstu 10 ár, milli 80 og 90, fer Dangote grúppan, heitir í höfuð á honum, í að bæta við sér hráurum, hefja eigin vinnslu. Hann áttaði sig á því að milliliðir væru óþolandi. Hann var sjálfur milliliður, þannig að hann ákvað að fara neðar og ofar í virðiskeðjuna. Eignast stærri part í framleiðslu, vinnslu, svona refineries á sykri og sementi og öðru og svo bara dreifa því sjálfur. Svo kemur hérna stóra stökk í 1990 þegar hann semur við Seðlabanka Nígeríu sem er mjög miðlæg stofnun. Ef þér finnst Seðlabankin hérna heimaslæmur þá ætti þú að tala við menn sem er að flytja skreit til Nígeríu þegar þeir byrja að skammta dollara því að þá fer allt í steik. Eru þeir með hérna dollaran eða? Ég held sér nýrur. Nigerian Nígeríska já, næra. Heitir það ekki það? Nýrur. Hann nær semst að semja við Seðlabankan í Nígeríu það að væri hagkvæmara fyrir þá og þjóðun alla að hann muni sjá flutninga og innflutning og allan fjandan sem að Seðlabankin á búin að standa í sjálfur og svona kemur honum endanlega á kortið. Fyrirtæki hans, Dangote Group, er í dag stærsta samsteypa Afríku með starfsemi í nokkrum Afríkulöndum. Hann er 3. stærsti sykurframleiðandi í heiminum með refinery þarna einhvers staðar í Lagos. Hann vinnur hrásykur, hveiti, allt sem þetta eftir í hug. Þetta eru 18 dótturfélög. Já. Það er með pasta, oil and gas, sjúkar, bara mat yfir höfuð, transportation. Og
Og hérna skemmtilegt, eitt dótturfyrirtæki hans, Cementið, sem held ég 40-50% af auðæðum í dag, er 20% af markaðsvirði nígeriska markaðsins. Þannig að hann á eitt dótturfélag. Cementmarkaði? Hann á, nei. Nasdaq í Nígeríu, Dangote Cement er 20% af markaðsvirði. Þú veist, þetta er eins og með Marel hérna heima. Það hefur verið talað að Marel var orðið 5-10% af market cap. Shit. Dangote Cement er 20% af nígeriska markaðnum. Svakalegt. 2021 fyrir hann í sæng með móðurfélagi Peugeot. Svo núna stendur til að fara að framleiða og rúlla nokkrum ljónum á vegina þarna í Lagos og Nígeríu. Hefur ekki heyrt það? Jú, ljónið Peugeot. Já, ljónið. Hefur þú keypt Peugeot? Nei, það er svona ljón á veginum. Ég hjóndaði maður, sko. Heyrðu, hann var fyrst milljarðmæningur samkvæmt Forbes 2007 og þá fyrsti Afríkubúinn. 2015 kemur ljós að hann sjálfsögðu með einhverja reikninga í bresku jómfrúareyjunum, svona smá backlash. En hann hefur aldrei staðið sterkar en í dag, metin á 20 milljarða bandaríkjadollara og á topp 20 í heiminum. Langríkasti maður Afríku. Loka spurning, viltu giska hvað eru margir milljarðmæningar í dollarum í Nígeríu? Í dollarum? Ég myndi skjóta á svona innan við 220 milljarð. Ég myndi skjóta innan við 10, sko. Já, gott gisk, það eru 3 samkvæmt Forbes. Og ég kíkti á annað þeirra og hann var eins og bara svona yin og yang, hvað segir maður, yin og yang, yang og yin eða já, svona ólíkir þá bara. Nei, eiginlega bara sami skítur og sikurum tegningum, sko. Bara byrjaði commodities af fínum ættum, eitt fór í sikur, hinn fór í salt, þú veist, það bara var nákvæmlega sama. Það er rosalega erfitt í Afríku löndunum eða bara svona kannski þriðja heimsríkjum eins og við tölum þróunaríkjum, kannski fallar orð yfir þetta. Það er rosalega erfitt að komast upp meteorstigann á þess að vera af góðum ættum, sko. Já, ég held að. Það er bara því miður þannig, sko. Allt í lagi af eins ég ríkur. Já, sko, þú þarft að hafa einhver tengsl. Þetta er náttúrulega spillingamiðstöð, Evrópu líka á einhverju leyti. Þetta er náttúrulega Afríka. En allt er góð. Já, ég er að segja, þetta er spillingamiðstöð, já, Afríka er ekkert annað nema spillingamiðstöð Evrópu á einhverju leyti. Já, bara upp á, já, ég skil hvort að fara. Það er næst aldrei neinn framþróun í þessum ríkjum, það er bara... Það er enda að tekið dæmi að því að það var búið að vera eitthvað franskt, hann er nú alveg búin að gera fullt gott. Að hann braut aftur einhverju svona einokun sem að einhverju frakkar höfðu haft í Nígeríu á hinn og þessu, fyrir samkeppni og næra umbylta, þannig hann er maður fólksins líka. Það er bara eitthvað publicity stönd hjá honum. Gæti verið, eru samt ekki frakkar, belgar, Portugalir, nú fer nú ekkert allt og góðum sögum af mörgum af þessum fyrrandi lénsherrum. Nei, þeir eru náttúrulega, já, er einhverja nýlendur hann? Já, eða áttu. Heyrðu, hann er með svakalegt work ethic, ég fann ekkert kvóta eftir hann. Nei, hann vinnur, hann er 70, hann vinnur ennþá 12 tíma á dag, fyrir ræktina 6 sinnum í viku, giftur, fráskilinn, en aldrei einn, hann á 3 dætur. Já, sér það. Það er fallið saga af... Aliko Dangote, muniði nafni. Aliko Dangote, hvað sagður þið? Aliko Dangote, já. Og fyrirtækin hans heita eftir honum, Dangote Enterprises. Og mér langar samklæðast svona manni, bara vera ríkastur og komin á hann stað og annað. En ég fyrir strax að hugsa aftur Adani Group, sko. Bara Indverjan þegar hann komst. Það er oft pottur brotin einhvers staðar á leiðinni. Það er náttúrulega víða pottur brotin þarna, sko. Það hefur einhver milljarðamæringu vikunar hjá þér verið, þú veist... Legit, alveg. Já, ég meina Muskarinn, þannig sé self-made. Já, þú tókst hann fyrir, já, alveg rétt. Við vorum með Peter Thiel, með Heiðari. En þú veist, er ekki alltaf Sheryl Sandberg, sem var COO í Facebook. Ekkert út á hann að sitja. Er samt ekki alltaf hægt að finna einhvers konar... Bernard Arnault. Arnault, já, þú veist, hann 100% hefur einhvers staðar gert eitthvað. Þó það hafi kannski komið fram í þínum fjöllun, en gert eitthvað af sér, sko, til að komast á þann stað. Ég held að svona upp til hópa er þetta oft siðblendingar, sko. En það er alls ekkert sama sem merki á milli þess að vera ríkur. Já, við skulum fara enda þetta siðblendingar, segir hann. Herru, eru ekki góður? Það er filthy rich. Jú, ég held það bara. Bara eftir þennan þátt köllum við eftir breytingum í Seðlabanka fyrir fyrstu kaupendur og... Ég verð reyndar að segja að ég er illa sáttur með núverandi fyrirkomulag. Já, þú ert þetta sáttur. Hér mætast svona smá andstæður í þessu. Já. En annars væri ekkert gaman að þessu. Ég held að við séum þá bara búinir í dag. Ekki að hleypa einhverjum öðrum að. Það þarf einhver að koma að staði hérna. Við þökkum kærlega fyrir í dag og við erum aftur með ykkur á þriðjudaginn. Þá er það Kjarval. Jesús. Já. Guð bless okkur. Guð bless okkur. Takk í dag.